Góðan dag og velkomin í Gunnhan Brassars. Ég ætla að byrja því að sýna ykkur aðeins frá prjónadóti. Ég er svona að taka fyrir svona eitthvað af þessu gatni sem ég á hérna, gera svona einhverja litla hluti. Ég var að gera þetta. Svona vesti, kjól, eitthvað, svona pínubons. Þetta var svolítið skemmtilegt. Svo er ég að prjóna úr þessari bók Hönsestrikk og það gengur ágætlega nema ég er svolítið stopp, mér vantar meira gatn, það er alveg ótrúlega hvað fer mikið af gatni í þetta og mér vantar svona ákveðna liti en ég er komin sem sagt upp að höndum held ég. Þetta gekk svolítið brösulega til að byrja með. Ég byrjaði prjónastráfið, prjónaði það svo fast að það varð eiginlega of lítið, eða of þröngt. Þannig ég ákvað að rekja það upp og skipti garn. Þannig að nú er þetta bara, nú er þessi tveir litir úr sömu garntegund og ég man ekki hvað garnandi er. Ja, það skiptir ekki máli. Og þannig að þetta lítur allavega betur út núna. Þetta passar. Ég er búin að prófa það. Og ég er komin hérna, svona. Þetta er svolítið skemmtilegt að vera alltaf að spá í hvaða lit á ég setja næst, hvaða munstur á ég að setja og svoleiðis. Þannig að ég ætla þá að fara að byrja núna á ermunum. En ég þarf að fara og kaupa gatn af því mér vantar þennan græna lit. Og einhverja fleiri. Þannig að ég var svona að byrja það á ermunum bara núna helgina. En ermarnar verða ekkert eins. Ég ætla ekki að nota sömu munstur hérna eins og er á bolnum. Þannig að ég held bara áfram að spá og spökulera og svoleiðis. Ákveða hvað er næsta dagskrá. En ég svona stefni að því að vera búin með þetta í júní. Þannig að ég hef apríl og maí til þess að prjóna. Það hlýtur að ganga. Sjáum til með það. Já, ég tók þátt í Garnevali sem var núna í byrjun mars og var þar með svona nokkra hluti til sölu. Ég ákvað að skipta þessu í svona 3 parta. Ég sá einhvers staðar mynd af svona töluhálsmenni og mér fannst það svo flott. Þannig að ég ákvað að prófa og gerði nokkra týpur, bæði svona svarthvítt og svona litríkt. Ég hafði lúffurna mína til sölu. Átti svolítið slatta og á svolítið slatta af þeim. Þannig að ég var með þær til sölu og ákvað að prófa nýtt úr gamla útsaumnum af því að mér finnst svo gaman að nota hann. Gefur svo mikla möguleika og þá fór ég að gera svona tösku til þess að hafa svona yfir sér, svona framan á sér. Og gerði nokkrar og svo að því að frúin á nú ýmislegt hérna í laugunum að þá tók ég fram svona rifflaflauel. Ég átti það í nokkrum litum og ég ákvað að gera þessar.
og var að jafnvel að spá í kannski að prófa líka að setja leður hérna í bakið. Og það er eitthvað sem að kemur þá bara aðeins seinna. Það var svolítið erfitt, ég var svolítið tíma að finna út besta sniðið, skoða það. Ég hafði keypt, þegar ég var á Knitting and Stitching Show, þarna í október, þá keypti ég snið og ég prófaði að sauma það og það var eitthvað vesinn. Mér fannst ekki koma nógu vel út. Þannig að ég fór að kíkja á netið og fann þetta snið hérna sem ég notaði. Það var svona meira eins og ég hafði séð fyrir mér að þessi taska ætti að líta út og já. Þannig ég gerði nokkrar og er búin að sníða í þó nokkrar. Þannig að nú ætla ég að fara að sauma fleiri, en ég hafði ekki tíma til að gera neitt of margar fyrir garnivalið. En eins og ég segi, þá á ég til sniðið hérna í nokkrar, þannig að ég ætla að fara að sauma þær. Núna fljótlega. Svo fór ég að spinna garn. Ég átti hérna hjá mér þar sem að ég var búin að kemba saman ull og garnspotta. Þannig er að ég geymi alla spotta, alla svona afklippur og svoleiðis. Og ég var búin að kemba þá spotta saman og bætti þeim svo við ullina. Þannig að úr varð svona, já, góð kemba sem var svolítið svona kannski litrík. Ég fór að spinna. Ég hafði ekki spunnið á rokkinn minn bara í svolítið góðan tíma. Ég þurfti að gera nokkra tilraunir til þess að fá garnið útkomuna eins og ég vildi hafa það. En ég er ánægð með eins og þetta varð og hérna eru einhverjir. Hérna er ég með svona sýnishorn af þeim. Þetta garn er sem sagt tvíbanda, þannig að ég spinn fyrst þráð þannig að það sem ég nota þetta sem ég er búin að kemba, og svo tek ég garn og spinn aftur, spinn það saman við þráðan sem ég er búin að spinna. Skiljið þetta? Þannig að þetta verður tvíbanda garn. Mér var svolítið skemmtilegt að finna út hvaða garn passaði með og svona sko. Og það sem ég á nú ýmiss konar. Svo var ég með merino ull. Þannig að þetta var ekki alltaf bara íslenska ullin. Og svona. Ég set svo miða á hverja hespu fyrir sig. Þar sem stendur hvað er í hespunni, hversu margir metrar og hvað það kostar. Þetta er náttúrulega misjafnt. Þetta er engin verksmiðjuframleiðsla hérna hjá mér, þannig að það er svolítið misjafnt hvað er mikið í hverju hespu. Og ég fann bara út hvað með kostnaðinn, þú veist, hvað væri margir metrar, hvað ég þyrfti að fá, hvaða upphæð ég þyrfti að fá fyrir metrinn. Og svo fór það bara eftir hvað margir metrar voru, hvað þetta kostaði. Ég fékk ágætis viðbrögð við þessu. Fólk var hrifið af garninu, sem var ótrúlega gaman að heyra. Og það voru margir að spá í, þú veist, hvað er hægt að gera úr þessu? Það sem að ég var að gera þetta svona í seinnipartinn í febrúar og hafði ekki tíma til þess að gera eitthvað sýnishorn, að þá gat ég nú svo sem ekkert sýnt, en ég var að segja að þetta gæti kannski verið í húfur eða
eða munstur í peysum eða eitthvað svoleiðis. Maður myndi kannski ekki alveg gera heila peysu úr þessu, þar sem að þetta náttúrulega svolítið dýrt. Svona handspunnið garn. Það ekki ódýrt. Sérstaklega þú ætlar að gera alveg heila peysu. Og ég ætla að gera núna nokkur sýnishorn. Finna svona út. Og það var svo heppilegt að ég á peysu sem að ég var að prjóna peysu úr einföldum plöturlop og móher. Ég var komin upp að höndum og ætlaði að fara að gera berustykkið, en ég var ekki nógu ánægð með garnið, ég var alltaf að vesenast hvaða garn á ég að nota í munstrið. Og ég hafði gert svipaði fyrir Berglindi og ég vildi hún ekki gera alveg eins, þannig að ég var að spá, já, hvað ég ætti að hafa. Og hún búin að liggja svona örugglega í 1 eða 2 ár. Ég var byrjuð að prjóna með einhverju garni og ég var ekki ánægð með það. Þessi peysa, ég ætla að nota þá þessa peysu og gera munstrið með þessu garni. Þannig að þá verður svolítið gaman að sjá hvernig það kemur út. Garnið sem ég var að spinna núna svolítið gróft, eða fyrir grófa prjóna, og ég ætla að prófa svo næstíð fyrir að spinna að gera fíngerðara garn. Og þá hægt að nota það meira þá með venjulegu garni. Það þarf ekki að vera að prjóna á prjónum með 7, 8, 9 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég ætla að fara í svoleiðis pröfuvinnu núna á næstu vikum. Helgina 28. til 30. mars ég að fara að gera svolítið skemmtilegt. Þá ætla ég að fara norður á Hvammstanga og vinkona mín ætlar að koma með mér. Hún ætlar að elda mat þessa helgi, af því að ég að fara með hóp kvenna og það ætla að koma til mín á útsemsnámskeið. Mér datt nefnilega í hug, það búið að vera svo mikið prjónahelgar og svoleiðis hér og þar landið, og ég af hverju ekki eitthvað annað, til dæmis útsemur, af því nú ég búin að vera svolítið mikið í útsem í vetur, þannig að það svolítið svona ofarlega í huga mér. Og ég bara, ok, gerð þú þetta bara. Athuga hvort að sé ekki einhverja til í að koma. Og það eru 10 búin að skrá sig. Þannig að þetta svolítið spennandi. Og ég ákvað að það yrði saumað utan bók. Og þegar ég var að auglýsa þetta, þá var ég ekki með sýnishorn, þannig að það konur sem skráðu sig, þær bara vita þær vissu bara að þær voru að fara að gera útsaum og þær myndu klæða bók og eitthvað svoleiðis, en höfðu svo sem ekkert meiri hugmyndir heldur en það. En nú ég búin að gera sýnishorn og bara nokkuð ánægð með þau. Hérna eru 3 sýnishorn sem ég ætla að sýna ykkur. Ég keypti svona bækur. Þetta eru svona bara stílabækur með harðspjaldakápu. Og þetta saumað svona alveg stykki, þannig að það fer svona yfir á bakhliðina. Svo þessi. Var ég teiknaði ég bara hring á efnið og saumaði svona frjálst inn í hringinn. Og ákvað að gera það svolítið litríkt. Þannig að þessar 3 bækur eða sýnishorn eru allar upp á sitthvern mátann. Og ég teiknaði þetta og ákvað að hafa bara 1 lit, sýna það að það þyrfti ekki alltaf að vera voðalega litríkt. En svo fannst mér eitthvað vanta, þannig ég setti svona rauða frænúta í miðjunni á einu blómi. Og svo rautt bakvið, en það svo sem sést ekkert mikið, kannski aðeins í það. Þannig að þetta sem sagt svona,
En ég svona spáði aðeins í hvaða litir ég vildi hafa í efninu. Hvað þetta? Eins og ég segi, ég er rosalega spennt fyrir þessari helgi. Ég held að þetta verði mjög skemmtilegt og gaman að kynnast nýjum konum og svona og verður bara gaman að sitja og sauma út og spjalla og svona og borða góðan mat. Þetta vinkona mín, hún er búin að ákveða hvað verður í matinn og mér líst rosalega vel á þetta. Ég er að vonast til að ég gleymi ekki að taka myndir og vídeo frá þessari helgi. Það er stundum þannig að þegar ég er komin á fullt að þá gleymi ég bara að ég sé með síman á mér og gleymi að taka hann upp og taka myndir og eitthvað svoleiðis en ég ætla að reyna að muna eftir því. Þannig ég geti sýnt ykkur. Og ég er svolítið spennt að sjá hvað þær vilja gera. Því að þetta eru bara sýnishorn. Þær velja síðan hvernig þær vilja skreyta bókina. Ég verður með fullt af hugmyndum og myndum og svoleiðis. Þannig að já, það verður gaman að sjá útkomuna hjá þeim. Ég ætla að hafa þetta bara stutt í dag. Ég er rétt að koma hérna inn svona til þess að ná upp aftur dampi. Ég er ekki búin að vera dugleg við að taka upp YouTube-vídeó núna í vetur. Orkan hefur svolítið farið í það að vera sjálfstætt starfandi námskeiðshaldari og þannig að ég hef ekki alltaf haft þannig að lítil orka hefur verið eftir í það að taka upp en ég ætla að svona hugurinn hjá mér í því núna að taka mig taki og fara að gera þetta reglulega. Taka upp vídeo. Þetta gengur ekki. En svona orkan og eitthvað tíminn hefur einhvern veginn ekki alveg leyft það í vetur. En allavega, ég ætla að segja þetta gott í dag. Ég er búin að setja hérna á borðið dót sem að ég keypti á sýningunni sem ég fór á Knitting and Stitching Show núna í október. Það er komið hérna á borðið, þannig að ég ætla að taka upp annan þátt núna bara á morgun eða hinn sem að ég get þá sett út í næstu viku. Þó ég sé á Hvammstanga þá sé hann bara tilbúinn. Og já, og svo þar á eftir þá segi ég frá Hvammstanga og eitthvað svona. En allavega, segjum þetta gott í dag, sjáumst eftir viku.